Það þarf svona að færa og lesa bara svona tvær línur í einu. Já, eitthvað svoleiðis. Þessi þetta er bara umkringt auglýsing. Já, þetta er bara óþólandi. Ég, þú veist, leið og hérna ég klikka þetta og það spettur þér svona og segir, nei, þá fer ég tilbaka að loka þess bara, ég nenni ekki. Já, ég gefst oftast upp mjög fljótt. Bara, þetta er alveg, þú veist, sem að sé eitthvað bara algjör hafvít. Ég skil ekki alveg, svo gjörsamlega að missa margsveit fyrir þessi auglýsingar aðferð. Já. Jæja, það að segja frá því hvernig við droppa fyrir það. Já, erum við að byrja á Ísland? Já, til Ísland og Lights saman. Akkurat á eins og tíminn gefinn 1928 að 1930 og svo komnir inn í Hafnarfjörðinn. Klukkan ekki orðin hálflega þá. Ég myndi eftir þessu. Já, sko, það er fínt. Ég var eiginlega hálfpartinn að glemma. En það var bara vinsi, ég var með í þessu öðra eyrunu, já. Og ég var að fara að ganga frá því, þá hugsa ég, já, heyrðu, hvað er pása? Hvað er hinn helmingur? Já. Það var þetta upp í það séðar. Já, það er eins gott. Ég var líka með einhverju plasti frá samlokunni. Ég setti hann hérna. Þannig að ég mun sjá það þegar ég er að taka allt til. Já, það er eins gott. Já. Það er eins gott. Já, var það bara hjólförinn? Já. Ég veist þetta, ég skil ekki, þeir eru búin að gera ekkert í þessu. Þetta er svona... Já, maður svona fellur í einhvern veginn í... Já, það er svolítið hættið svona þegar það ræðið umferð. Mikil umferð oft hann þú beigja ykkur inn með holdóttunum að, þú veist, sérstaklega þegar það kemur upp þegar það verður vetur, þegar það verður hálka. Já. Það verður örugglega, það verður örugglega einhver eftir að missa stjórn á bílana og verður dísastir eitthvað sem ætla að prófa sér og allt að lendir hann inn í þessu og kljúandi hálku eða eitthvað svona slappi. Það verður örugglega þannig, það er mjög ofti, herri, þetta er stór vél. Við erum að fljúga yfir Reykjavík. Þetta er þotan. Já. Þetta er ekkert... Nei, er það svo? Var það að fara á Reykjavík? Jú, er það þotan? Jú, þetta er Æslandir. Æslandir. Þetta er einhver á... Þessi nývél sem er að taka í notkun eða eitthvað svona, hvað er þessi svona... Þú veist það ekki? Útsýnisflug yfir Reykjavík. Eða ammæli einhver sem er að hérna... Kolleginn á ammæli. Jú, er það ekki? Nei, ég Það var ákveðið að leiga bara Boeing þotu. Já, heiðilega viðkomandi með því að fljúga. Það er ástinni, ég er að fljúga yfir. Það er eins og að þú fórstu... Svona bank hérna. Svo verið tölvöld líka hérna á þessu stað hérna. Tvían. Já, mikið af hópu sem ég fór á með svanga. Það var alltaf eiginlega hádegis á kvöldmaturinn oft líka, þú veist, í lok dagsins. Sumar alveg tíð það, aðrir voru, þetta var eitthvað sem var ótrúlega vandræði, þeir gátu ekki borðað annað en bara asískan mat og eitthvað svona basic. Okay, so as you see, we are now back in Reykjavik. And like I said, we're going to be driving through the city and stopping at these
various places, various drop-off locations. It might not be right outside your hotel, it might not be the same place. We're also probably going to be combining maybe some stops together. If we do stop somewhere and I've called out your hotel or your drop-off location, you're not 100% certain where we are, let me know. I'll point you in the right direction. But it's never going to be too far away. We basically kind of, me and Johannes kind of gone over the drop-off list and got an idea in our heads as to how we can drive through Reykjavik and preferably get everybody back to their hotels as quickly as possible. So on behalf of myself and Johannes up here up front, we would like to thank you for joining us today. We hope you enjoyed this trip. Hope you got to see some interesting stuff and have a good time. And we hope you enjoy the rest of your stay while you are here in Iceland. Now, we at Reykjavik Excursions, we're currently trying to increase our presence online, and we are particularly focusing on the website TripAdvisor. So it would be very much appreciated if you'd maybe take a few minutes, write a short review, what was good, what was maybe not so good. Yeah, that would be very much appreciated. To make it a little bit easier, in fact, on the sign in the front window here, I have there's a QR code on the back of it. If you scan that QR code, it will take you straight through to our TripAdvisor website. So again, that would be very much appreciated. My first stop is going to be for 2 hotels, Hotel Iceland and Reykjavik Lights. Nei, það hægt að labba þar. Thank you. Þú getur labbað niður. Já, maður sér þetta mjög svona þægilegt og augljóst. Þetta er líka mjög góður indverskustöður. Bombay Bazaar. Já, þetta kom með það. Þetta var... Já, það var neðar hérna á Ármúlanum. Það var ekki Birgisson hérna. Birgisson er hér. Já, það var einhver annar. Það var hérna húsgagnaverslun eða eitthvað svona. Það var ekkert veitingur. Var Parki? Já, Parki að byrja þarna. Svo fóru þeir einmitt yfir í Aldalveginn þarna. Já. Já, það var eitthvað svoleiðis. Þetta var allavega hérna verslun, ekki veitingar. Já. Sko Bombay Bazaar var svolítið svona neðar, bara hérna á Ármúlanum. Já. Það var í hérna þátturinn sem heitir Little Britain. Já, akkurat. Það var einn karakter sem var hérna, hún var með enskan kúrs fyrir útlendinga. Já, og var alveg hræðileg. Jú, akkurat, já. Og það var einmitt ein indversk konu í hvert skipti sem sagði eitthvað. Ég næ hvað þú segir, hvað þú segir. Já, akkurat, hún byrjaði bara alveg undir eins. Svo varum við að fara núna í, 22 hérna. Já, ok. Það er hérna Philadelphia. Það er allir að kemur að fáta mann því að það er að frengja þessum helvíti spegil. Ég skil ekki mikið verið einmitt talað það þarna núna eins og við hérna ég er náttúrulega að byggja í grafaðinn þá maður fer með Höfðabakkabrúna eins og Álbæ. Ég fór einmitt þarna niður Álbæ hérna það er upp í, skal ég segja þér hérna útbúðina, fór einhverju hluta vegna bara beint niður hérna fekk svo beygir hann niður hérna Höfðabakkann hægri beygina, það er búið að taka afverðinina af hérna, þú veist hérna beygafverðinina, hægri beygina Já. og búið komið svolítið alveg í umferðarljós og farið alveg þannig að þú tekur 90 gráðu beygju og einmitt þegar ég keyri hérna á mínum engabíl strætóleið hérna Þetta er náttúrulega eins og svo skilnaði, þetta er náttúrulega hérna upp á gangandi vegfarendur þá þú kannski átt að stoppa hérna Nei, ég held að Nei, það er betra Já, ég held að sé nær. Já, þetta er eldinir En hérna Það var líka betra að fólk sé að labba aftur fyrir og taka hérna gangbrautin yfir. En það er hérna, já, þetta er svona Hvað heitir þetta? Alva, já. Okay, this next stop is for Alva Hotel, which you can see it's just up here to the left. We're going to be stopping at this city bus stop here. So this stop is for Alva Hotel. Bara eins og þú veist, það til Alba.
upp og hérna. Viljið þið einmitt bara, getur eiginlega ekki verið einfaldari, bara labba hérna. Já, ég einmitt sagði það, Þetta þetta er bara miklu þægilegri leið, bara bein leið. Og það var að breyta lit á þessu húsi. Eins og allan líkur af og það verður ekki grænt lengur. Já, ég vona samt að þau líta það grænt eftir. Þetta var svona, Já, svona ákveðin. þetta er skemmtilega bjartur litur. Já, það er endar, já. Svona sker sig úr. Já, Ekki mörg nákvæmlega. græn hús hérna, svona. Það græn hús sem það er lemma, það er bláa lim. Já, já, ok. Herru, þegar ég verið að keyra leigubíl, ég kom með nokkrum sinnum með fólk hingað í hérna, hvað er það, Gréti Tún 11 leigu. Skattinn eða? Nei. Nei, 9, þarna í horninu. Ok. Ég hef lent þrisvar sinnum í því að fara með karlmenn þangað. Já, ok. Það býr víst vændi sko í þessu. Já, já, ok. Og þeim finnst, í þessu 3 skipti fannst þeim alveg kleift sko. Bíddu, hérna, ekki fara upp alveg strax, ég þarf að hringja í hana. Ég er nefnilega að fara að hitta vændiskonu og ég bara, af hverju ertu að segja mér þetta? Já, akkurat. Ok. Sko þessi var eiginlega svona, Ég tók ekki þetta til, það var ekkert engin skráður á nýjum. þessi var nefnilega, sko, hljómaði svolítið pirraður eins og þú veist, hann á svolítið erfið, þú veist, hvort hann hefur veit sig eða eitthvað. En Já, það er þessi sem tók í hérna marðóminu. Já, það getur verið. Já, svona, þú veist. En ég meina, já, hann var greinilega pirraður yfir við vorum ekki fara á nýjunni, en ég, þú veist, mér langar að segja, þú ert ekki búinn að borga fyrir það. Hérna ertu mjög nálægt nýjunni. Já, akkurat, já. Menni ef það verið, þá hefði ég náttúrulega farið hérna hinsveginn. Ég hef farið þá hérna upp og farið brautarholtið og þá hef ég skilað þeim út í brautarholtið hérna, horninu, sko, og keyrt svo. Já, þá er það 14. Þetta sé eitthvað svona eldra fólk að þetta. Það var bara í... Jó, ég held að við séð þeim í gær. Eða fyrsta, það var ekki... Nei, ég held að það var í gær. Það var hérna... Vísu ekki, það var hérna, held ég, Greiland fyrir RSS. Og þeir bara fóru beint inn í svoninni í 14 og henduðu þeim út beint út í götu. Ég er bara, okay. Já, maður blöskar alveg að sjá það. Ég er bara... Ég hef eitt séð gera þetta hjá okkur og keyrði niður. Þá er ég gjörsamlega ábyrgur á öllu. Já, nákvæmlega. Ég er hengdur bara. Og þú veist, vilt þú ekki bara það, þú veist, þú myndir lenda í, þú veist, einhverju vesinni. En viltu hafa þetta á samviskunni? Já, fyrir utan það líka. Það er verst af því, sko. Já. Hann stakkaði þessi turn þarna maður. Já. Þetta verður virkilega turn. Tveir turnar með þessu. Ég reyndi að spá, sko, hvernig þetta mun koma fram, hvernig þetta mun líta út. Já, stoppa bara þetta við á... Nei, byrju, já, ég ætla að fara hérna með. Shit. Já, við getum farið þetta næst og hleypt þeim út, bara tekur beyguna og hleypt þeim út þar. Á 14. Mennar að það... Já. Já, ég fer bara hérna og tökum bara líkju. Við keyrum þetta eins og menn. Hvort þið er á yfirvinnur ekki? Já, það er góða punktur. Já, þú kunni verða að punkta. Þessi keyrir heldur aðsöðu báturluna. Fullt fyrir verma, fullt af... Sko, við gætum líka tekið hægribeygju og hleypt þeim út bara hérna á kant. Ef við erum ekkert, ef það er engin umferð. Auðvitað viljum við ekki vera að tefja á mikið, en Já, við erum það er hérna við grasi, sko. Já, við erum að fara í 15, hérna, já, við getum... Það var bara svolítið, það hefur ekki... Já, það er ekki fínt, þá getum við keyrt beint upp og það Okay. aðeins hraðar. Já. Okay, this next stop will be for bus stop 14. Já, ég er bara að spá í þannig að greið fólki getur komið sem fyrst seint. Hérna, eigum við að double-teka hvort það sé ekki örugglega hérna einhverja 15. Það er svolítið ekki nokkur margir á 15. 2 eða 4 eða svo. Þeir eru 2 hérna á 15. 15. Já, ég skal kalla það.
Ef ekki, þá getum við bara byggt á þrist. Já, það er spurning að ef þau vilja kannski fara bara fyrst. Okay, so I'm going to double check our passengers at bus stop 15. Will you definitely, are you going to 15 or going downtown? What was your plan? Going to 15, okay. That'll be our next stop. Are we the only ones? Yeah, but I mean it's okay. It's part of what you paid for. So. Ég svona eiginlega vaknaði alveg upp hérna með því gær Nei, á skal segja þér á föstudaginn þegar ég var með Unnur vorum Suðurstandinum sem kem ekki fattaði ekki sko, hefstum út á 6-unni svo var næst fyrsturka ok, alltaf svo tek ég bara eins og venjulega bara hægri beygju niður til svo allt í einu, Jesus, þá fattaði það búið að loka þú veist ég gæti ekki tekið vinstri beygju Já. Þetta komið sviðið komið sem er eðlilegt ég held að hinleiðinni var opinn sko, þú veist þetta var svona á svipuðum tíma á föstudagskvöldi ég bara, wow hvað hérna gerst? Býtu, gastu ekki beitt í ég var að keyra bara í gegnum þú veist, þessi betur ekki ég hefði viljað með hausbóka sko ég var alveg trælbannað skilti engar rútur og þannig ég bara nú þetta var svona spurning ég kannski var að kíkja á Facebook til að það sé ekki örugglega myndband eða myndir af mér keyrandi Þessi helvítis bjáni var að keyra mig Talað kynnaða kynnisverðarúta sko. Já. Það hlakkaði í mörgum við það sko. Eins og þú veist maður sér þegar þú veist Emmi eða Snæland það er Astravel eða eitthvað þú veist þetta Þessi bjánar. Já. Ekki myndi við gera þetta. Nei, akkurat. Ég bara sá fyrir mig, ég hefði kannski getað tekið sko uppbeygju eða beygt og bakkað og snúið við og keyrt upp Hverfisgötu, ég var kannski að gera það en svo náttúrulega fólki staðið upp og þú veist, vildi fara að stoppa náttúrulega, komast út og endaði með því að stoppa við gamla toll, hinum við þetta hús. Já, þetta gamla skatthús. Já, hvort það var sem betur það rautt ljós, þannig að ég náði að stoppa og sagði, ok, allir tilbúin. Það verst er að vera bara í pick-up og drop-off og svona þetta. Dagurinn er svo lengi að líða og það er eintóm vesen og fólk að festast í umferðinni og... Já, þetta maður heyrði þú veist, talstöðin eins og Símon var alltaf með þess bara að vera róleg, taka þetta rólega þolinmæði, það finnst ekki Þú veist, ég held alveg heila ræði í talstöðinni það allir vera þolinmæði og svo voru menn ekki að grínast á Kaffinsvöllum, þú veist, þetta er ekki þolinmæðasti maðurinn í fyrirtækinu held ég en Símon sko, þannig að ég bara sem betur vera á Reykjanesbrautinni Hafnarfirði stafn að hugsa. Okay, bus stop number 15. Hlustað á hann í Símon því að hann gæti að sitja eins og kóngur og stjórnaði öllu einhvern veginn. Hann var eiginlega stanslust með í talstöðinni og ég veit ekki hvað og svo kannski margir skildu helmingina þess að hann sagði sko. Þetta var eitthvað og einn þarna sem var ég veit ekki hvað hann Markus svona leigubílstjóri eða venjulega hafði verið bílstjóri hjá Kynnisvörðum hann kom skáði sig í föstudeginum og strax þegar tekinn daginn eftir lögðinum þegar hann má koma sko meðandag Býtum við hvað? Þegar við fara á þristinu? Já, við tökum bara aðeins meiri hringur. Glemdi ég mig alveg. Ég skemmtaði þér í mig. Já, þetta gerist þegar við erum að tala og við vorum einmitt að tala um að keyra þessa leið. Já, ég er snúað við að fara hringinn. Já, taka bara allan hringinn á þessi hringtúr, víst það. Helvíti. Já, hann var einmitt að því þegar hann var búinn að útbúa, þú veist, sett upp eins og ég held að það var nú reyndar áður en Símon kom og þá lendvíti, þá var tekinn sko ekki, eins og bara svona
á 14 mitt, það voru 2 bílar settir í það að keyra bara fram og tilbaka á 14. Það er náttúrulega, miðbæðurinn allur var ekkert í slokaður. Já. Þannig að það var sendur bara bíl sem var bara fram og tilbaka, þú veist, veistu hvort hann af hérna á 14. Svona 14 er BSI og BSI bara í því, sko. Við gerðum það sama einmitt þarna í gær, sem sagt. Ok, það hefði verið leiðilegasta verkefni í dag, sem Já, það var Hjörtur og svo fékk hann þarna sem var aflýsingum, sem sagt. Já. Og hann var að reyna. Þessi strætóbílstjóri. Já, ég var bara smá pása þegar ég ætti að fara klukkan 1, þannig að ég var hann var inni á BSI sem sagt og kom með kaffi og eitthvað, samloku eitthvað. Já, það kom bíll, ég man ekki hvað það var. Allavega var ég þarna. En ég heyrði hvað það var á milli, eða hvort það var rétt áður ég voru í 10 ferðina, en það skipti ekki máli. En allavega Símonurinn útskýraði fyrir honum og hann greinilega skildi ekki neitt, hann endaði með því hann kallaði Hjörtur var að koma tilbaka held ég, þú tekur einn með þér og sýnir hún leiðina sem hann var að fara. Því það náttúrulega var barastíginn og það einu leiðin til að komast, það var barastígum. Svo reynda lokuðu þeir með barastígum einhvern tímapunkti líka meðan daginn. Þannig að þeir hætti að geta farið það, sko. Ég reynda að Hjörtur var að láta vita því, sko. Það var bara, bæjarstarfsmenn alltaf lokuðu bara. En allavega þannig að hann bara sagði, þú veist, já, það gekk svo illa hjá honum útskýra hvaða leiðin ætti að fara. Þannig að hann bara, það var eiginlega eina leiðin að láta sendan bara með hitti eina ferð og sjá nákvæmlega hvaða leið. Já. Sem er náttúrulega skýralegt, því að það er langbest náttúrulega að sýna það bara svoleiðis. Já. Þetta er líka svo, þú veist, stutt og einfalt leið að þú veist, Já, það þarf ekki nema ein ferð og þá ertu búinn á. Já, akkurat. Ég mannaði mitt eftir, ég held að hvort það var fyrra eða fyrra. Ég var örugglega að vinna mitt þarna á vaktinu akkurat í fyrra á menningarnóttinni. Já. Það var alltaf brjálæðið og þá var það eiginlega verð skipulagt þegar það var mikið meira skipulagt núna heldur en það var þá. Eða hvort það var fyrir 3 árum, það man ekki. En allavega þá var mitt, 14 var innan staðið svo opið þetta. Nánast upp á kantið eitthvað, það var svo, þú veist, ruglað og vitlaust að það var alveg bara, það er ekki séns að geta, þú snúið við alveg það, þetta er bara algjör steypa. En svo var það nú eitthvað lagfært, eða hvort þau sendu bara minni bíl eða eitthvað, restina sko. Þannig að þá svona reddaðist það, en þetta er mjög lélegt eitthvað. Enginn búið að hlusta á þetta. Nei, það var bara bærinn var bara lokið öllum nema unglingum að eigin lögum. Já. Það var harðbannað öllum auglýsingum. Það var harðbannað að fara ef það er ekki fullt með fullorðnum eða foreldrum sínum. Það fór enginn eftir veit. Nei, greinlega. Það var alveg rosalegt sko. Voru ekki rosalega margir líka blindfullir að keyra upp og niður? Jú, það var inni í líka sko. Svo voru upptunaðir bílar, kvartmýlubílar svona amerískir drekar svona á breiðum dekkjunum aftan og það var svona skóla niður í Hafnarstræti og það er alveg þú veist eins og maður heldur bara að vera að kvikna í drastlunni sko. Þetta var alveg Okay, and finally we have bus stop number 3 for the city centre. Abbast í honum og farið í slag. Hann náttúrulega ekkert að láta abbast í sér og svo var hann svo kærustunum sinna og svona. Þannig að hann lenti stundum í slagsmálum eitthvað svona, þú veist. Þannig að svo endaði með að segja bara ég er einmiskil, ég er hættur að drekka. Hann bara steinhætt að drekka. Ekki að fara svona, þú veist, á kannski sjónbústað eða eitthvað svoleiðis skilur eða eitthvað þannig, en þú veist, ekki þarna, sko, í bæinn og svona, sem Það er alltaf bílið eftir. Já, hann fljótur í hörðum. Fylgdu okkur alla leið. Já. Þetta er greinilega alveg sérferð, þú veist, þetta voru, já, örugglega rándýr ferð fyrir einhverju 2 einstaklingar. Já, það var einn dökkur má ég eftir, svona hárgrannur dökkur sem var aftur. Allavega í bílum, svo var kona þarna líka, hún var nú, ég sá nú ekki hvað, þú veist, hún var ekki dökk. Þarna við Seljalandsós, sagði það að fór út þar. Allavega eins og ég segi, hann steinhætti sem þetta fara í bæinn og drekka, það er bara, þú veist, það er bara, það er ekki standið í svo ruglu það. Já.
skil það svo sem alveg. Þú veist, það var alls konar svona þarna, þú veist, og svo var náttúrulega eiginlega hringur sem að gerði alltaf, það var hérna uppgarðsgötun og svo farið niður hérna Laugaveginn alveg í fyrsta gír eða halvu gír, sko, marg stopp og það var fólk inn á gluggan og þú veist, hitta hvern annan og alls konar svona og svo var keyrt áfram og þú veist. Já, ég man aðeins eftir að hafa verið að fara á rútin. Já, þetta var svona Það var kannski einn í vinahópinn komið með bílpróf. Það var náttúrulega svoleiðis, það er sá sem var fyrst að koma með bílprófi, hann náttúrulega lenti í súpunni að hann var að keyra. Þannig að þetta var svona tala ekki með þú með bílpróf og hérna drekkur ekki. Já. Það var pokkið, þú var enga Já, ég hefur þú hefur bara verk að vinna hverju helgi. Já, það var bara ekki, hvað er ekki að gera þetta maður? Ég meina, Já, Hallarísplanið var farið þegar ég hérna... Já, það var þau voru lokað sem betur fyrir svona fyrir restu. En já, þú veist, rútt niður Laugaveginn. Með öllum gluggum opnum og Já, já. hávær tónlist og svona. Lastaði botn og svona, maður náttúrulega sett upp hérna, það var sett upp svona kraftmagnarar á hérna drastlið sko til að fá meiri. Það var ekki alveg mjög öfgakenndur og satt voru kraftmagnarar settir á, þú veist, Já. með víkulæsu kannski líka til að geta, þú veist, svona tjónað þetta upp. Það er bara stútfullt alls staðar. Hvað er í gangi? Já, hálendisúðin skilur eftir hérna. Okay, finally we are back at the BSI terminal. Jæja.